Já, hingað kominn Hallgrímur Helgason. Þetta alveg glæný bók eftir þig, Hallgrímur. Hún bara einhvern veginn alveg bara nýkomin úr prentverkinu Sjóveikur í München. Þetta má segja kannski þetta fyrsta bindið í ævisögunni? Já, kannski bara eina bindið. Veit ekki hvort ég held áfram, sko. Þetta kannski svona undantekning á mínu ferli. Ég hef ekki verið að skrifa sjálfur mig áður, þannig að þetta nýtt svæði fyrir mig. En hvað ertu að skrifa? Þú fer til Münchenar eftir stúdentspróf og ætlar að fara í listnám og þetta einhvern veginn svona sagan af þeim tíma. Já, þetta svona sagan kannski af erfiðasta vetrinum í mínu lífi. Ég átti einhverjum ægilegum vandræðum með mig og var einhvern veginn svona óráðinn ungur maður og vissi ekki alveg hver ég var og var að reyna að komast að því. Þetta kannski klassísk svona þroskasaga. Þetta maður svolítið svona eins og maður væri óléttur af sjálfum sér. Sem sagt að vera ófæddur listamaður svolítið svona eins og að vera í skápnum. Svona mjög skrítið og óþægilegt og sérstaklega kannski að því að maður veit ekki hvað samkynhneigð og maður veitur ekkert hvað maður og þetta svona þessi bók svona lýsir leitinni að sjálfum sér svolítið. Þú ætlaðir að verða málari og ert þarna í akademíunni en þú ert samt einhvern veginn svolítið upp á kant við listina eins og hún eins og þetta var tími hérna nýlistarinnar og allt þetta og þú varst einhvern veginn ekki, þú finnur þig ekki sérstaklega vel í þessu? Nei, ég var einhvern veginn á skjön við allt, svona ungur, alvarlegur reiðmaður, í baráttu við allt og alla sko, einhvern veginn og ekki ánægður með neitt og svakalega dómharður svona eins og ungt fólk oft sko. Og ég einu svona fanga þennan unga mann svona og reyna að lýsa honum bara eins og hann var og eins og heimurinn kom honum fyrir sjónir sko 1981. Það ekkert svona engin eftiráspeki í þessu. Bókin öll skrifuð eins og hún væri bara skrifuð 1981 sko. Já. Lýsingarnar á þessu Íslandi sem þú kemur frá eru svona býsna nöturlega. Þetta virkar eins og bara mjög leiðinlegur staður. Já, mörgu leyti var það og allan fannst honum að þetta væri leiðilegasti staður og leiðilegasti tími til að vera ungur maður ever í svona heimssögunni. Og þegar dóttir mín las þessa bók svona í handriti þá sló þetta hana og spurði mig hvernig gátu þið lifað á þessu Íslandi eins og það var þarna, ég skila það ekki. Þetta var náttúrulega svolítið öðruvísi land og maður var óánægður með það og svona margt hefur breyst og svona 30 árum síðar þá erum við nú held ég á betri stað. Þetta sami tíminn þú ert að lýsa í þetta alltaf koma? Já, kannski, einhver leyti svona seinni hlutan í þeirri bók, já, má segja það. En sko, hvernig var þetta? Þú virkar eins og þú hafið sjálfur verið býsna leiðinlegur eða einhvern veginn svona komplíseraður og partur af þessu að þú ert með eitthvað fræðilega magaveiki. Já, það svona grundvallar hugmyndin í þessari bók og ástæðan fyrir því að skrifa hana. Það var þessi hugmynd sem ég fékk haustið 2011, þá kem ég til München aftur 30 ára seinna og þessi borg þýddi bara sársauki og erfiðleika fyrir mér sko. Þannig að það var alveg skrítið að koma þarna aftur. Ég var með kona með 1000 gráður, það var upplaustur í Litteratúrhaus og uppselt og ég var einhver svaka success allt í þessari borg sem þýddi svona mikið sársauka og þetta var svo skringileg tilfinning að koma þarna sem einhver sigurvegari inn í þessa borg aftur og að kvöldið eftir upplausturinn þá fékk ég þessa hugmynd þá fattaði ég hvernig mér leið, ég var veikur á þessum tíma, sjóveikur kannski og þannig kom hugmyndin með þessar uppsölur og það efni sem kemur út mér og hérna. En varstu með uppsölur eða er þetta svona? Það skáldskapurinn í bókinni. Já, það skáldskapurinn í bókinni. En þú varst einhvern veginn svona virðist hafa verið frekar illa haldin og svo eru þarna einhverjir menn, einhvern stúdentalíf þarna í gangi og þú tengir einhvern veginn mjög illa við það. Já, þeir voru allir úr MR og við vorum einhvern veginn á skjön og vorum hálfhræddir við ykkur MR-ingana sko og hérna. Ég var ekki þarna reyndar, ég ætla að taka fram að ég var ekki mjög. Þú kemur samt fyrir einni línu í bókinni sko. Já. En hérna já, þetta var svona, ég féll ekki inn í þann hóp sko og lýsi því svona bara eins og það kom mér fyrir sjónir sko. Já, þetta virðist að vera menn sem voru svolítið svona hrokafullir. Já, sko, það var geysilegur hroki í gangi á þessum árum. Ég man sko að þegar þetta var á svona hátundi kalda stríðsins, getum við sagt, og vinur minn Húbert Húbert Nói myndlistarmaður var að skýra þetta út fyrir mér í daginn og ég fattaði ekki fyrir þá þegar hann sagði þetta að sko kalda stríðið snerist það að finna veikleika hjá andstæðingnum. Sovjetmenn, Bandaríkjamenn voru alltaf að stara í augun okkur á öðrum sko og reyna að finna veikleikan hjá andstæðingnum og þetta endurspeglaði allt lífið, alveg niður í menntaskólastráka
Og að fara út á lífið í Reykjavík árið 1980, það fólst í því að fara niður á Hótel Borg og salla fólk niður og ausa yfir að svívirðingum. Klekkja á fólki. Já, og sá var mest í töffarni sem gat svona klekkt mest á fólki, sko. Já, en sko þú virðist líka vera býsna einrænn á þessum árum. Já, geysilega einn. Ég var bara einn með þessari tilfinningu, þessari óléttu minni hérna. Það var einhver annar maður inn í mér sem ég vissi ekki hver var og ég var að bögglast með þetta og bara gat ekkert umgengist fólk og gat ekkert verið í sambandi við einn eða neitt, sko. Þess vegna var þessi þörf hjá mér að fara burt frá Íslandi, að vera einn í einhverju stórborg burt frá öllu og í rauninni var svona leyndur draumur að bara komast í fangelsi, það má segja, sko. Já, láta loka sig inni. Þú fitar ekkert vel inn í Oktoberfest og Fasching og allt þetta sem er í gangi í München. Nei, München var svona svolítið skrítin borg fyrir mig, sko. Mér langaði að fara til Berlínar og það var meira spennandi, sko, en svo var mér sagt að ég þyrfti að sækja skóla og finna einhverja skólavist og þá var eini skólinn var München, sko. Þannig að þetta var ekki alveg minn óska staður. Þannig að þetta svona margar tilvíljanir sem að mynda þetta. Þetta svolítið vulgær staður sem leiti, sko. Já, þetta svona, hann svona stórborg með sveitablæ. Þetta það eru svona höfðingjar bændur og svona svínslegir kallar og... En varstu handtekinn í Austurberg? Er það satt? Já, það sem sagt, það svona aðeins ítt í bókinni, svo ýmislegt, en hérna, ég var sem sagt handtekinn, það gerðist í raun og veru að ég var að, gerðist nú bara þannig að ég var að taka myndir af múrnum austan frá og þá kemur hermaður og opnast múrinn og ég færður inn á milli múra og hafður þar í haldi, sko, og tekinn allt af mér og ég held að ég myndi aldrei koma aftur heim, þetta var alveg skelfilegt, sko. En þú ert svona að færa ýmislegt í stílinn líka, þetta er ekki allt 100% ævis, þetta er ekki, maður veit þetta aldrei með knáskóra, en er allt satt sem stendur í knáskóra, maður heldur það. Já, maður heldur það, en maður heldur það þegar maður les bókina, það er kannski blekking, að þetta er... Sko, ég hérna, þegar maður, sko, ég nú alltaf skrifa bara pjúra skáldskap, sko, en stundum byggt á staðreyndum. En þegar maður skrifa sjálfan sig, þá þarf maður að skálda minna, sko. Þannig að það er svona minna skáldskap. Þetta er svona meira og minna allt. Svona. En áttu svona ógeðslega erfitt með kvenfólk? Já, ég var bara einhvern veginn, ekki bara feiminn og heldur líka bara svona hræddur við kvenfólk af því að hræddur að festa mig, hræddur að hérna, þú veist, að myndi frelsi skerðast, hræddur við eignast börn og lendi í einhverju svona lúpu sem maður kemst ekki út úr, sko. Já, nefnir samkvæmt þessu ertu sveinn bara mjög lengi. Já, mjög sveinn að laga það, sko. Já. Þannig að þetta er... En nú hefur það gerst margoft eftir að þú gefur út bækur Hallgrímur að menn verða móðgaðir eins og til dæmis hérna. Já, það var ferðaskrifstofumæðurinn eftir hérna, þetta er alltaf að koma og svo náttúrulega eftir síðustu bók var það alveg heilmikil reikistefna og fundir þar sem Helga Krest talaði og svona. Heldur að verði einhverjir, þarna eru persónur sem að kannski einhverjir þekkja sjálfa sig aftur og einhverjir þekkja þetta, heldur að verði menn móðgist hérna við þetta? Ég held að það sé nú ekki margir sem hafa tilefni til það, sko, en maður veit aldrei, sko. Ég skal ekki segja það, það verður bara komið í ljós. Þú lesið bókina, þú veist það betur kannski. Knáskóri er búin að móðga allan ættbóðan sinn. Já, en þetta er nú langt síðan þetta var og þetta var annar tími og svona, þetta er svona ákveðin fjarlægð sem er komin á þetta. En ég held að ég gangi nú samt harðast svona mest nærri sjálfum mér í þessari bók og mér fannst einhvern veginn, sko, yfirleitt í mínum bókum þá gengi nærri persónum og ég gat ekki gert neina undantekningu á því í þessu tilviki. Þakka þér fyrir, Hallgrímur.